Því næst ætlum við að kíkja aðeins upp í Rósaborg hérna á Akureyri og spjalla aðeins við fólk útivistarreglur barna fyrir framan skjá. Næsta miðvikudag á að ræða aðeins útivistarreglur en ekki kannski þessar hefðbundnu útivistarreglur, heldur kannski reglur tækjanotkun. Útskýrið aðeins fyrir mig hvers vegna þið ákveðið að efna til þessa fundar. Það sem að drífur okkur áfram bara svona okkar brennandi áhugi á því að ná tökum sem svona foreldrar og uppalendur á tækjanótkun og snjalltækjanótkun unglinga og barna á Akureyri, og þetta málþing er kannski svona svolítið sérstakt að því leyti að þarna erum við að kalla eftir því að sem ólíkastur hópur og samfélaginu komið saman og setja einhvers konar viðmið til þess að aðstoða okkur foreldra og uppalendur og bara alla sem að umgangast börn og unglinga í það hvernig við viljum sjá þessa notkun og hversu mikla. Og við bara erum mjög spennt að takast á þetta verkefni. Þannig að það í rauninni tilgangurinn að setjast niður og búa til þennan ramma eða hvað? Já, akkurat. Það sem sagt, við erum að biðja samfélagið að koma saman og fara svolítið yfir af hverju þetta mikilvægt og hvernig sjáum við fyrir okkur að viðmiðin verði fyrir hvern aldurshóp fyrir sig. Og þetta nú bara komið svolítið að þessu. Þetta í lífinu þá kom einhverja nýjungar, ný tækni og allt sem því fylgir. Í kjölfarið breytt hegðun hjá okkur öllum í samfélaginu. Og svo í kjölfarið breyttrar hegðunar þá þurfum við aðeins að fara að hugsa hvað æskilegt og hvað óæskilegt, hvað að gerast hérna. Og í kjölfarið að búa til einhverja reglur eða viðmið. Og við erum bara komin á þann stað núna. Og eru þið aðalega að tala viðverutíma, eða það að segja hversu miklum tíma fólk ver í tæki? Já, fyrir framan skjá, snjalltækin eru fann að birtast þetta eru sjónvörp og iPadar og símarnir okkar og allt þetta. Og við erum að tala tíman sem að fer í þetta umfram vinnu og nám. Það eitthvað sem við viljum taka út fyrir svega. Og þetta auðvitað líka bara við okkur fullorðna fólkið. Við erum auðvitað þau sem eigum að sýna þetta góða fordæmi. En ég held reyndar að við séum svolítið mörg og ég upplifi sjálfa mig svolítið líka að maður svolítið að gleyma sér og maður fær stundum svona pikkveldursporði pabbi þetta ágætt núna bara. Já, nákvæmlega, það allt í einu allt orðið bara í vasanum og við kannski sem fyrirmyndirnar auðvitað líka. En þessar tímareglurnar aðal atriðið. Já, akkurat. Við erum bara að setjast niður, fara yfir þetta saman. Þetta nauðsynlegt og af hverju þetta nauðsynlegt? Og hvernig sjáum við fyrir okkur, bara hvað æskilegt fyrir okkur, öll, í sambandi við notkun á þessum snjalltækjum. Maður stundu velti fyrir þessu bara sem manneskja þó maður sé ekki á aldrinum sem þið að fara að tala en bara sem mannvera, hvað snjallt að nota þessi tæki öll sem mikil og þetta líka, því maður innflytjandi á þessi tæki, það einhvern veginn talað að þau fæddust þarna okkar krakkar, en við erum svona eins og nýbúar inn í þessum heimi og kannski kunnum heldur ekkert að umgangast þetta fullorðna fólki og við erum, það ekki alltaf það sem þú gerir en ekki það sem að þú segir sem að aðalatriðið, en að þetta getur líka verið reglur fyrir okkur. Já, ég held einmitt að við þurfum svolítið að reyna að setja okkur öll inn í þennan ramma. En auðvitað kannski 5 ára börn allavega mínum að ekki eða sama tími þetta og þau sem orðnir 15 ára og auðvitað notkunin svolítið öðruvísi en maður heyrir svo mikið það að börn eru bara hreinlega að tínast í þessum heimi og þessi gömlu góðu mannlegu samskipti þau að tínast og ég held að við viljum innst inni ekki að þau fari, við viljum halda í þessi gömlu góðu gildi. Eru þið með fyrirfram gefnar hugmyndir hvaða tímarammi sé æskilegur eða bara verið að byrja á núllpunkti að ræða þetta? Nú erum bara að byrja á núllpunkti. Við viljum bara samfélagið ráði. Bara hvað finnst ykkur, hvað viljið þið og hvað raunhæft. Þetta gríðarlega mikilvægt og endanum fáum við kannski segul á ískápinn líka með útivistarreglunum fyrir framan skjá. Já, það væri frábært. Þá bara, ég held að þetta sé rétt. Maður finnur fyrir því hvort sem við erum á hvaða aldri sem við erum svolítið ringluð í því hvernig á að tækla þessa, nú orðið kannski svolítið seint að segja nýju tækni. En það kannski betra seint en aldrei. Bara takk fyrir spjallið. Takk fyrir. Endilega skráið ykkur. Já, hvað skráning? Það á Facebook, það síða sem heitir Viðmið skjátíma.
þar eru allar upplýsingar, þar eru auglýsingarnar, þar er linkur, svo ég sletti, slóð þar sem þið getið skráð ykkur og endilega gerið það svo að því það hjálpar okkur svo við undirbúning og skipulag að svona sjá sirka hvernig, hvað fjölda við eigum vona, hvort það séu 20 eða fleiri. Vonandi fleiri. Tökum þátt í þessu. Takk fyrir spjallið. Takk. Sömuleiðis, takk.